góðan daginn, verið velkomin í hlaðvarp okkar. Ég heiti Gunnar. Ég heiti Viktor. Og ég heiti Kári. Og við ætlum að ræða í þessu hlaðvarpi hvað okkur finnst hvort það ætti að vera leyfilegt að nota síma eða ekki í skólum. Já, og eins og við tölum það svo við ætlum að ræða, þá gervigreind í skólum getur verið mjög hjálplegt, en fólk getur líka að svindla. Hvað finnst þér um það, Kári? Það er nú bara allir sem að svindla nú til dags, en þetta á ekki að vera svindl. Þú átt bara að láta þetta hjálpa þér, skilur, og þú átt bara að nýta þetta sem best. Og þess vegna erum við þess vegna á að kenna krökkum í skóla að vera með gervigreinda áfanga til þess að kenna þeim að læra með gervigreind. Þetta er bara hárrétt metið hjá þér, Kári minn. Þannig að við erum að fara yfir 4 svona mikilvæg hugtök. Fyrsta er núverandi staða gervigreindar í skólum. Það sem ég vil meina er að gervigreind er notuð mjög mikið í svona tölvuáfangum þar sem að fólk er mikið að svindla og nenni ekki að gera verkefnin og eitthvað svona þess og nota ekki gervigreindina sem hjálpar sér að læra, bara til að læra fyrir sig, fattið. Það er nákvæmlega þannig og þú veist, við vitum allir að gervigreind er framtíðin og hún er bara að fara að vera betri og sterkari. Svo þá þurfum við bara að nota hann með okkur í liði, skiljið mig. Við þurfum bara að nýta þetta og mér finnst þess að ef að kennarar bregðast illa við fólk nota gervigreind, þá bara nota þau bara gervigreind sjálf, skiljurðu, og hjálpa sér til þess að vita, bara alls konar hjálpa sér að búti verkefni og meta verkefni og alls konar og já. Algjörlega. Líka bara kennararnir, skilurðu, þau geta ekki verið pirruð ef maður er að nota AI, gervigreindina, af því þau nota hana örugglega sjálf til dæmis í verkefnin. Já. Og bara, og þannig bara, það sumir að svindla og þá eru þau bara brjáluð en þetta er bara að hjálpa þeim og þau eru bara að læra með þessu. Svo mögulega mikilvægasta hugtæki sem við ræðum í dag. Það er vandamál sem koma upp vegna gervigreindar. Sko málið er, íslenskan er ekki orðin nógu þróuð í gervigreind bara yfir höfuð. Þannig að oft koma bara einhver bull orð eins og til dæmis ég var að nota gervigreind daginn og það kom bara einhver þvæla. Ég sýndi kennaranum mínum og ég bara aldrei séð þetta orð á. Bara já, gervigreind er ekki alveg búin að þróast jafn mikið og fólk halda, en hún er af fleygiferð, sko. Það er rétt, sko. Það er náttúrulega málið, sko. Og síðan skilurðu, síðan ekki líka að maður sé alls konar svona alveg bara fólk að nota gervigreind í að búa til myndir og svona óviðeigandi myndir og gervimyndir af fólki sem er bara alltaf ekki boðlegt, en það er kostur og gallar við þessu, sko. Og svo eru já, og eins og þú varst að segja, Gunnar, að þau eru ekki búin að alveg ná íslenskunni nógu vel og þá, til dæmis, þegar gervigreind veit ekki svarið yfir einhverju sem er erfitt og til dæmis bók sem er ekki til á netinu og þau geta ekki fundið, þá bara koma þau með bull svar og gefa manni vitlaust svar. Ég lenti nefnilega í því í síðasta áfanga. Ég var í íslensku 2 og þar er Njálu saga. Hún er eldgömul íslensk bók og ég reyndi að nota gervigreind sem hjálpa mér í verkefninu og ég gerði bara það sem gervigreindin sagði mér að gera og fór með það til kennarans og hann sagði bara að þetta var einhver eintóm þvæla, sko. Já, bara sama á mér. Ég gerði dönsk mynd sem var frá árinu 1900 og eitthvað og hún alltaf vissi ekkert um það. Nei. Og þá fekk ég bara 3, sko. Það er nefnilega málið með hennan áfanga, sko. Þarna sem erum við að nota þetta til þess að gefa gervigreindinni góð fyrirmæli og þá fáum við bara góð svör. Og þarna sem eru allir skólar að vera eiginlega með þetta, því þetta er bara að fara að hjálpa manni í hundinni. Síðan er flott að þetta sé líka valáfangi, því þú veist að þú þarft ekkert endilega að fara í þetta. Ég var ekkert eitthvað rosalega spenntur fyrir þessu, skal ég viðurkenna, fyrirfram, en núna þegar maður er farin í þetta og lærir meira um þetta, þá er ég bara orðinn betur að nota gervigreind og eitthvað svona. En helstu vandamál sem komu upp er bara að menn verða óheiðarlegir og svindla í verkefnum og prófum. Það er rosa mikið gert nú til dags að krakkar nenni ekki að læra og nota bara gervigreind til að svindla. Og líka til dæmis ef þetta skilin ritgerð og þá gefur til dæmis ChatGPT að gera ritgerðin og hún skrifar mjög bara vel og þú veist að þú myndir, og kennarinn veit að þú myndir aldrei skrifa, þá nefnilega er til og þá getur þau sagt þetta eins og 15 ára strákur og þá gera þau 9 og þá veit kennarinn ekki neitt og kennarinn getur eiginlega ekki ásakað þig að vera að nota þetta
en samt gera það kannski þegar þú ert ekki einu svona að nota gervigreind. Þess vegna er mjög erfitt fyrir kennara nútídags að greina á milli AI-texta og texta sem að krakkarnir gera. Vegna þess að AI er orðið svo advanced nútídags, sem að segja frá íslensku, og þá er erfitt fyrir kennarinn að meta hvort að krakkinn sé raunverulega að svindla eða ekki. Og númer 3. Hvernig mætti aðlaga skólakerfið að gervigreind? Þú veist, það er hægt að leggja meiri áherslu á gagnrýna hugsun og skapandi verkefni. Já, og að gervigreindin gefur okkur betri og svona skemmtilegri hugmyndir sem er hægt að þróast í geggjuð verkefni, sem skapandi verkefni, og gefa okkur gagnrýna hugsun, segja hvort það sé flott hjá okkur eða ekki. Það er nákvæmlega sem við þurfum að láta þetta að hjálpa okkur og líka, þú veist, eins og ég sagði áðan, með svona skýr fyrirmæli þannig, þá getur þú bara líka, segjum að læra fyrir eitthvað erfitt próf og bara koma með, getur þú gefið mér bara skemmtileg pröfuverkefni fyrir þetta efni og, þú veist, skapandi, koma með hugsun, bara hvernig finnst þér þetta, veit ég nóg mikið prófi og svona. Það er gott að geta notað þetta alveg með sér líka í liði, sko. Þetta getur hjálpað mjög mikið fyrir próf og eitthvað svoleiðis. Þegar þú ert ekki alveg nógu öruggur, þá getur þú náttúrulega bara spurt gervigreindina um að gera svona semi-lítið próf eða spurja það út í viðfangsefnið eða eitthvað svoleiðis. Nákvæmlega, sko. Já, og þú það er alltaf bara líka geggja að þú gefur efnið og setur efnið í gervigreindina og spyrði hann um að gera kannski verkefni fyrir því. Já. Og kennarar eru mjög mikið að nýta sér þetta og bara láta gera eitthvað lítil verkefni fyrir sig þannig að krakkarnir geta æft sig. Og saman með okkur ef maður lærir fyrir próf og þá bara tekur maður viðfangsefnið eða gáttlistan og setur hann og gefur gervigreindinni og býr til svona lítið próf fyrir úr textanum. En svo er annað mál sem maður má alls ekki misskilja. Að við erum náttúrulega að nota AI til að aðstoða kennara við kennsluefni og verkefnisköpun og þetta nota líka til að hjálpa nemendum bara til að læra. En það sem krakkarnir eru að misskilja núna, þeir halda bara að gervigreind sé bara svona einhvers konar svona bara hjálpa. Já, bara einhver hjálp sem gerir bara fyrir því. Já, það er alveg misskilningar sem að skólinn er að ræða núna, hvort það ætti að vera leyfilegt eða ekki. Af því að þú getur náttúrulega að nota á frábærum hætti til að hjálpa að læra. Svo er líka slæmipunkturinn er að menn eru mikið að nota þess að svindla, sem er ekki gott, sko. Það mun náttúrulega alls ekki hjálpa mann í framtíðinni, sérstaklega ef maður er eitthvað háskóla og þá getur maður ekki verið að þetta, þá þarf maður að læra að nota með sér í liði og til þess að hugsa sjálfstætt og svona og leyfa manni að bara þróast og vera betri að læra. Og þá kemur á okkur 4. viðfangsefninu, hvernig væri hægt að koma í veg fyrir svindl? Já, það er nefnilega þannig, sko. Það er einmitt topic sem er búið að koma upp, en besta leiðin til þess að gera það er að vera með munnleg próf og verkefni frekar en ritgerðir. Af því að þú getur ekkert notað AI í munnlegu prófi, þú ert ekkert að tala við AI og láta hann segja fyrir þig í til dæmis frönsku prófi, þú lætur ekkert gervigreindina að tala frönsku fyrir þig, fattar þú? Nákvæmlega. En þú getur alveg látið gervigreindina að gera franska ritgerð fyrir þig, fattar þú? Þess vegna er munnleg próf getur verið mjög gott dæmi að koma í veg fyrir svindl, sko. Eða til dæmis bara próf á blaði, það sem hefur engin gögn á gervigreind. Já, nákvæmlega, eins og við segja munnleg próf og svoleiðis og þú veist, eins og við erum búin að vera í mörgum munnleg prófum bara í tungumálum og nákvæmlega eitthvað svoleiðis og það getur nefnilega alveg hjálpa manni mikið, sérstaklega ef að þú bara segir kannski kvöldið, bara getur þú hjálpað mér að læra mig fyrir munnlegt próf og bara testa mig, sjá hvort ég er tilbúin og svona. Það er bara góð leið til þess að hjálpa sér. Þú getur ekkert snabbt að svindla í munnlegu. Árétt. Og síðan er annað dæmi er að gera verkefni sem krefjast persónlegar ígrunnar og upplifana. Til dæmis, gervigreindin veit ekkert hver ég er eða hvernig fjölskyldan mín er. Ef að ég er spurður í íslensku að gera smá ritgerð fjölskylduna mína, þá get ég ekki sendt á chat ég heiti Gunnar Róbertsson, er 16 ára, gerðu ritgerð fjölskylduna mína. Það bara er ekki hægt þannig. Það er nákvæmlega rétt. Þess vegna verður það frábær leið til að koma í veg fyrir það. Einmitt. Núna erum við búin að fara yfir 4 viðfangsefnin okkar og koma smá umræður. Núna ætlum við að ræða smá bara mitt innan
Innan hópsins. Innan hópsins, bara milli okkar, hvað okkur finnst þetta? Nákvæmlega, sko. Þú veist, mér finnst bara náttúrulega að, þú veist, að eiga allir bara að vera að kunna á gervigreindina, sko, og þú veist, hún á bara að hjálpa til dæmis svona að byrja frekar ungt, þannig að þú veist hvað átt að gera og sumir eru bara notað að svindla. Þú veist, ég meina... Hvort finnst þér að skólinn ætti að banna þetta eða ekki? Það er einmitt mál sem við varum að Mér finnst það ætti að vera á blaði eða mega vera að blanda eða líka bara tölvur. Mér finnst það nægt að leiða þetta, skilur, og það er bara, þú veist, það bara að fræða sig um það. Þú veist, eins og það stendur á gervigreind.hi.is, þú veist, það getur séð og lært allt tengt gervigreind og, skilur, ChatGPT. Já, það er gott, sérstaklega fyrir eins og alveg ungt eða jafnvel gamalt fólk sem ekki alveg búin að kynna sér þetta. Já. Þú veist, eins og þið vissu enda ekkert endilega hvað þetta var fyrir nokkur mánuð síðan, skilur, og þá þurfa að læra það. Það er nefnilega góð hugmynd eins og ef þú myndir fara inn á, þú veist, ki.is, þá getur þú náttúrulega séð alls konar, þú veist, styrkleika og veikleika nemanda og hámark námsgetu hvers og eins nemanda með því að finna út hvað lærdómsaðferðir hætta einstakling best og sníða námsefni og haga námsræða eftir því. Það er nefnilega máli, sko. Það er það sem gervigreindin, skilur, getur greint. Já, það er nefnilega það, sko. Og þú veist, þarna þurfum við samt, eins og mér finnst, þá má skólinn alveg vera með ChatGPT áfanga sérstaklega, mér finnst það klárt, sko. En það má heldur ekki vera allt, skiljið mig. Við erum að fara í háskóla, þá erum við ekki að vera í ChatGPT-kerfið sér til, skiljið mig. Strákar, núna verð ég að brjóta aðeins fram úr hérna. Núna er bara komið að því, loka spurningin, hvort ætti að vera allt á blaði, blanda eða allt í tölvu? Hvað segir þú, Kári? Ég myndi alveg segja blanda, sko, að þú getur lært á bæði. Ég er sammála því. Ég er sammála. Ég þá blað, munnlegt og síðan líka bara í tölvu og bara eins og er núna. Eins og er núna, það er mjög flink, sko. Til dæmis ef þú ætlar að skrifa, ég nenni ekkert að skrifa bara með blýant. Já, nákvæmlega. Við þurfum að læra þetta allt, eða ekki? Þetta var umræðan okkar, hlaðvarpið okkar. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.